Sigurinn á Eyjamönnum í dag, hvernig er svona tilfinningin? Sáttur með 3 stig en spila mennskan var ekki góð fannst mér. Þannig að já, svona sáttur en samt óánægður með margt í leiknum hjá okkur. Hvað svona vantaði upp á? Við vorum bara eftir á í pressinu, lélegur á boltanum fannst mér. Eitthvað smá eins og var í stressi eitthvað en ég nenni svo sem ekki að pæla í lengur. Ég er búinn að byrja maður í nokkrum mínútur og 3 stig komin á töfluna allavega. Já, núna 2 sigrar í röð, það er svona gott. Já, gott. Það vil ekki vera ógeðslega fúll í þessu viðtali en bara já, 2 sigrar í röð sem er mjög gott. Þannig að heldur við komin í topp 6 í deildinni, þannig að við ætlum að halda okkur það bara. Þetta var mark hérna hjá þér, þannig að fara aðeins í gegnum það. Já, ég bara sá að Oliver var í baráttu við kýperinn og hann lá eitthvað eftir og hann bara datt beint fyrir frá mig og ég vissi á að markið var autt og ég lét bara á það og það heppnaðist. Já, bikarinn næst á móti Ægi, svona hvernig leggst það í þig? Bara mjög vel, bara alltaf gaman að fá lið sem að spila sjaldan við bikarnum, þannig að það verður bara, það verður ekki létt verkefni þó þessi deild neðar, þannig að við þurfum bara að mæta klárir í það verkefni. Já, en eins og segir þú svona ekki alveg nógu sáttur með spilamennskuna, svona hvað finnst þér svona, já, að fara yfir einhverja hluti svona eftir þetta? Já, við getum haldið boltanum betur og ég vil sem leikmaður bara halda í boltanum, ég pyrra mig á hlutum sem aðri pyrra sig kannski ekki á en nenni ekki pæla í lengur. Já, einn svona létt í lokin, þú hefur verið varst að aðstoða Völsung daginn, svona, hvernig kom það til? Einn af 2 bestu vinum mínum eru að þjálfa þetta núna og þeir ákvað að heyra í mér og þeim vantaði aðstöðu af því að Elvar Árni var í banni, þannig að ég stökk bara til þó að einhverjum kongum hefði fundist aðstæðanlegt. Þá fannst mér það bara sjálfsagt mál. Já, sérðu fyrir þér að gera þetta aftur í sumar? Ég veit það ekki. Jú, þetta var mjög gaman sko, en það bara eftir tíma og svo leitaði mér sko. Takk fyrir. Já,